Áttundi liður reglur styrkveitingar á vegum Akureyrarbæjar og það bæjarstjóri sem gerir grein fyrir málinu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér eru lagðar fram reglur styrkveitingar og þetta afrakstur af vinnuhópi embættismanna sem var falið að ræða styrkveitingar á vegum bæjarins, hvernig þeim hefur verið háttað hingað til og undanfarin ár. Og eftir þá skoðun var ákveðið á niðurstaða þessa hóps að setja sameiginlegar reglur sem hér liggja fyrir til þess að samræma vinnubrögð, einfalda þetta ferli, koma þessu svona á markvissari stað, komi veg fyrir líka að styrkumsóknir falli milli nefnda eða þvælist langa hríð frá einni nefnd til annarar eins og við þekkjum dæmum. Og það var tilgangur með þess að reyna að gera þetta faglegra heldur en við höfum gert. Einstaka fagnefndir eiga eftir að setja sér markmið með veitingu styrkja og ég held að það sé ágætt að halda því verkefni áfram leið og þessar reglur hafa verið samþykktar, að það tæki bara við að nefndirnar hver og ein hugsi sér þessi markmið. En hugmyndin var að auglýsa 2 ári styrki í febrúar og september og að safna umsóknunum saman í eitt pott og síðan það starfsmenn bæjarins sem að skipti umsóknunum á milli nefndanna og það hljóti afgreiðslu innan mánaðar eftir að umsókn komin. Þetta líka gert til þess að einfalda þetta ferli. Við erum að fá styrkumsóknir allt árið kring. Þetta á þá þetta krefst þess þá að umsækjendur séu betur undirbúnir, hugsi lengur fram í tímann og að vinnan við allt þetta verði betri. Við höfum fyrirmynd að þessu frá Reykjavíkurborg. Þar hefur þetta gefist ákaflega vel og niðurstaða okkar var að leggja þetta fram hér til samþykktar, að þetta væri til þess vinnandi að þróa þessa starfsemi sveitarfélagsins í þessa átt, að reyna að straumlínu lagana ef þannig má orðið komast. Helena Karlsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í mínum huga var orðið löngu tímabært að setja reglur styrkveitingar og þess vegna fagna ég þessum reglum sérstaklega. Það allavega mín reynsla þegar á síðasta kjörtímabili þegar ég var varamaður í íþróttaráði og þegar var verið að veita styrki þá fannst mér sárlega vanta einhverja reglur til þess að fara eftir og ég hef líka haft orð á því í stjórn Akureyrarstofu þegar við erum að veita og úthluta styrkjum að það vanti ákveðið form til þess að halda þessum styrki. Þess vegna mjög mikilvægt að við höfum fast form þegar við erum að úthluta fjármunum og það kemur líka í veg fyrir geðþótta ákvarðanir. Ég sannfærð það að þessar reglur eigi að tryggja og muni tryggja meiri fagmennsku og vandaðri vinnubrögð og einnig að tryggja að jafnræðis sé gætt og meiri gegnsæis við ákvörðun úthlutun. Og eins og bæjarstjóri sagði kemur í veg fyrir að umsóknir falli á milli nefnda og velkist í kerfinu. Þannig að ég fagna þessu sérstaklega og ég mæli með því að þessar reglur verði samþykktar. Orðið laust 8. tölu. Víðir Benediktsson tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég mun greiða þessu mitt atkvæði vegna þess að í trausti þess að þetta sé til bóta og ég get tekið undir með bæjarfulltrúa Helenu að þetta mér hefur ekki fundist vera mikil regla á þessum hlutum í gegnum tíðina og ég játa það fúslega að ég hef stundum aldrei skilið sumar styrkveitingar og aldrei getað skynjað hvað hefur verið að bak við þær. Þannig að ég ætla að vona það að þessar reglur verði allavega til bóta og ég allavega og sjálfsagt bæjarbúar almennt viti hvað á bak við það þegar verið að veita styrki. Maður les það í fjölmiðlum að hinnir og þessir hafi fengið styrk og síðan ekki söguna meir.
hvers vegna og hvað var á bakvið og þurfti viðkomandi styrk að halda eða ekki og svo framvegis og svo framvegis. Þetta hefur oft orkað mjög tvímælis að mínu viti, þannig að allt sem er til bóta mun ég styðja. Orðið er laust 8. tölulið. Elín Margrét Hallgrímsdóttir tekur máls. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, ég ætla nú að taka undir það. Það er til mikill að bóta að setja svona ákveðna reglur sem að gildir yfir allt kerfið. Hins vegar ætla ég nú ekki að taka undir það að það sé svona kannski hafi verið eitthvað ólag á þessu og menn hafi fengið styrki svona á þess að eiga það skilið, því að þar sem ég hef komið nálægt þá hafa menn orðið að skilgreina það hvað er allir að nota styrkina í og flest er þetta nú verkefni sem að okkar fólk hér í bænum er að vinna að einhverjum verkefnum á sviði lista eða menningar eða eitthvað slíkt. Okkur öllum til hagsbótar, þannig að ég tel að þessum allavega þar sem ég veit til hafi þessum peningu verið ágætlega varið og stuðlað að alls konar nýbreytni og málum sem eru til fram þróunar fyrir okkur. En hins vegar er þetta mjög til bóta að gera þetta svona samræmt innan kerfisins, þannig að ég styð það heils hugar. Orðið er laust 8. tölulið. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Þá ber ég upp þá tillögu að reglum styrkveitingar sem hér hafa verið kynntar og bið þá bæjarfulltrúa sem samþykki þær að gefa merki. Það eru staðfestar með 11 samhljóða atkvæðum.